Velkomin í podcast-þáttinn hjá Vatnsnesjarn. Ég heiti Kristín, er háttvirtur þáttastjórnandi í þessu podcasti og er einnig handlitarinn hjá Vatnsnesjarn. Mig að finna á Instagram, Facebook, YouTube og Ravelry undir notandanafninu Vatnsnesjarn, svona svo það sé frá. Hefðbundinn þáttur þar sem ég mun fara yfir klár og verki vinnslu og hvað er á döfinni hjá Vatnsnesjarn og fróðleikur hnökr. Ég ætla að byrja á klárhlutanum. Í þessum þætti er ég með stóliklár og það er peysan sem ég er í. Hún heitir Astragal, er prjónuð úr BFL DK garninu frá mér í litlum dröfn. Það var hún Indisfríða Freydís sem prjónaði þessa peysu fyrir mig. Ef ég útskýra aðeins þetta stolna klár, þá er það þannig að ég hef fengið fólk til þess að prjóna fyrir mig. Til dæmis flíkur til að hafa til sýnis í búðinni hjá mér á sumrin. Og þú veist, það er mikið í gangi. Ég hef ekki tíma til að prjóna eins og heila flík, kannski peysu eða ekki neitt úr öllu garninu sem ég er með eða öllum litunum, þú veist, ef þið að skipta. Þannig að ég hef fengið aðstoð til þess og það kalla ég stólið-klár. Þessi peysa heitir sem sagt Astragal og ég man ekki alveg hver höfundurinn er en ég mun setja inn upplýsingar það. Þetta er svona stutt peysa eins og er í tísku í dag. Veistu fjandinn að ég er ekki með nógu mikið pláss til að eiginlega, kannski svona. Mjaðmabeinin á mér eru hér, naflinn cirka hér. Örugglega geðveik yfir kjól. Fallegt munstri hérna. Og almennt séð, mjög flott peysa, falleg, hún er svona, þú veist, stílhrein og já, ég er bara mjög mikið fyrir stílhreint. Það var einu sinni það að ég var að vinna í Blómavall og það eru svona, þú veist, það bil 20 ár síðan. Ég man það út af því að ég var að vinna þar þegar ég var ólétt af elsta syni mínum sem er 19 ára. Hver hefði haldið? Og sem sagt, þá kom mikið inn fólk og vildi bara eitthvað stílhreint og fallegt og ég var bara komið svo mikla, ég þoldi ekki þetta orð, bara stílhreint, viltu hætta að tala, viltu hætta að segja þetta, en núna þá er ég alveg bara svona, já, ég elskar svo mikið svona stílhreint, þú veist, maður breytist, það er bara þannig. Anywho, garnið BFL DK, svo ég útskýr nú hvað BFL er, það stendur fyrir Blue Faced BF, Leicester L BFL. Það er sem sagt bara tegund af kind sem er ræktuð á Bretlandi sem heitir þetta, ber þetta nafn Blue Faced Leicester, sem sagt tegundina þessari kind. Og þetta er sem sagt ullspunnin af, þetta er, já, sem sagt gattspunnið úr ullinni af þessari tegund kind. Þetta er aðeins meira, þú veist, svona rustic heldur en merinoullin sem er alveg lungamjúk og merinoullin kemur þá af merinokindinni. En þessi hefur það fram yfir að hún hangir mikið betur, hvernig á ég útskýri það. Þú veist, efnið er, þú veist, ég veit, efnið það hangir, þú veist, það er alveg svona dreip í þessu. Og, þú veist, já, það er bara, þú veist, það er bara, mér finnst það mér finnst það vera kostur að, það sem maður er í eins og, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hangi hérna og niður. Er ég að make einhvern sens? Ég veit það ekki. Skiptir kannski ekki alveg öllu máli heldur. Nema, þessi peysa var prjónuð fyrir mig úr þessu garni og þetta er liturinn dröfn. Úps. Mér finnst þetta koma mjög vel út og er hrifin af, þú veist, hrifin af þessu trendi núna að hafa að hafa garðaprjónsmunstrið út. Þó svo að á peysunum sem ég ætla að tala hérna rétt á eftir, þá hafi ég ekki verið hrifin af því. En það er út af því að ég prjónaði hana fyrir 2 árum síðan. Og það er nú bara þannig með mig, sko. Ég get aldrei, þú veist, ég get ekki meðtekið tískuna strax. Og einhvern veginn finn mig alltaf að vera einhvern veginn upp á móti. Þú veist, ég á eitthvað erfitt með svona hjarðhegðunar munstur fólks, sko. Að allir hrúist á, þú veist, og allir sé bara við einhverja mannesku eða þú veist, allir sé að gera það sama. En þú veist, svo
yfirleitt alltaf á endanum, þá ég bara svona, já, ég einnig prjóna, þú veist, það sem allir eru, þú veist, í marga mánuði búin að vera að prjóna. Og sem sagt, núna finnst mér ótrúlega eitthvað seðjandi að hafa þetta munstur út, garðaprjónsmunstrið. Það líka kemur svo vel út í þegar maður er að feita liti saman eða marla eða hvað kalla þetta, að blanda litum saman svona litskipt þannig að litasamskiptin sjáist eiginlega ekki, þú veist, tvinnast svona saman inn á milli, bara eins og sorrelpeysan sem ég var með í þar síðasta eða einhverjum þætti, sem að skipta úr svona ljósum lit yfir í dekkri bleikan lit. Sem sagt, þetta hið stolna klár sem að prjónað var fyrir mig og verður hér til sýnis ef einhver vill koma við þetta gagn hjá mér í Skrúðvangi í sumar. Nú fer að styttast í að það verði opið og það sem sagt 2. júní sem að opnað. Ég var búin að segja að það opnaði 1. júní en það bæði mánudagur og það verður ekki opið á mánudagum í sumar og það líka frídagur. Þannig að sem sagt, fyrsti opnunardagur hér í Skrúðvangi 2. júní. Verk í vinnslu. Og þetta sem sagt einnig úr BFL DK garninu, liturinn mosi og þetta flægt hjá mér. Þetta peysa sem heitir, uppskriftin heitir Manu og eftir Isabel Kramer. Ég held ég var búin að nefna það, mér finnst yfirleitt allt sem hún gerir að vera, mér sýnist alltaf að allt það sem hún með sé eitthvað sem að líklegt að ég geti verið í og það fari mér vel, eða þú veist. Og ég að nota þessa uppskrift sem heitir Manu en ekki að gera munstrið, þú veist, það munsturbekkur hérna á berustykkinu og hvort það niðri líka, man ekki alveg, en ég bara að nota hana sem svona einfalda og það sem mig langaði að hafa sem oversized peysu. Mér langaði svolítið í svoleiðis og til þess að svala þorsta mínum að prjóna mér græna peysu. Eina sem alltaf að fara í taugarnar á mér hvað sést þegar maður að auka út. Það hér og hér. Kannski á þetta eftir að leggjast til þegar ég þvæ hana. Kannski ég ekki að gera þetta rétt eða eitthvað. Einhvern veginn þetta fyrir taugarnar á mér. Og það var líka svoleiðis með sóldopnapeysunum. Ég veist útrúlega pirrandi að þetta sést. Kannski kennir mér einhverja svona ósýnilega aðferð við að auka út. Þetta ég búin að prjóna og skipta fyrir skipta fyrir ermum og komin, ég veit ekki, þú veist, búin með kannski 1/4 af bolnum. Hér getur notað hennar fínu mælistiku, minni ekki að því að þú veist, þetta yfirleitt 10 cm á fólki. Ég mældi mitt og það 11 cm. Þannig ef ég gerir svona, já, ég búin með svona cirka 10, get ég sagt, centimetra af bolnum. Og eins og ég sagði, þá ætla ég að hafa hana svona oversized, þannig að kannski hef ég hana þú síðari heldur en uppskriftin kallar á. Ég að nota tjágú. Ég held ekki að ég muni ever again nota prjóna sem ekki með svona góðum oddi. Það eitthvað annað að nota prjóna sem með svona beittum oddi. Ég á líka hæja held ég að sé prjónar sem líka með svona beittum oddi og allt hitt sem ég með sem allir hinir prjónar sem ég á sem með svona að þú veist afrúnuðum oddi, ég held ekki. Ég held að þú veist þegar maður einu sinni hefur unnið með gott verkfæri það maður ekkert æðislega þú veist hress sem maður þarf að vera ekki með gott verkfæri. Hitt verk í vinnslu peysa sem heitir Sawyer og eftir píu sem heitir Courtney Kelly. Ég var búin að leita mér að uppskrift sem væri með rullukraga og svo sá ég þessa Sawyer peysu og hún svona boxy peysa, fattar hvað við. Ég meina að sem sagt bolurinn á henni eins og ferningur eða box. Sem gerir hann svolítið víð og svona
Póhi Locatelli með margar svona boxy peysur, ég man ekki örugglega fleiri, þetta sérst bara munstur eða snið sem heitir boxy, kallast boxy. Þetta einnig BFL DK, bara allt í því núna, og liturinn Miss Earth. Man ekki hvort að ég búin að sýna eitthvað af þessu, eitthvað var ég búin að setja á Instastory og það skiptir kannski ekki öllu máli heldur. Ég hrifin af litnum, ég yfirleitt alltaf hrifin af öllum litum greinilega. Gott að vera hrifin. Þetta svona leysmunstur, tótal unun að vinna leysmunstur í DK-grófleika, mjög áhugavert. Og þetta sem sagt framhliðin á Sawyer-peysunni. Ég hef aldrei prjónað peysu áður sem þú veist, ég þarf að prjóna í hlutum. Altså, prjóna í framhliðin alla, þú veist, þetta ég hef bara eitthvað hálft munstur eftir og þá sem sagt frambúkurinn búinn. Framhliðin búinn. Og gerir svo annað einstykki fyrir bakhliðina og saum þetta svo einhvern veginn saman. Ég hef ekki hugmynd hvernig og gerir svo ermar og væntanlega rúllukragana því það rúllukragi á þessari peysu. Svo núna fyrst ég búin að tala verk í vinnslu og klár, þá langaði mig að koma pínlítið fróðleik hnökr. Hnökur, sem sagt, þegar prjónuð flík framleiðir ló, langar mig að segja. Allir hafa lent í þessu, væntanlega, og það ekkert bara prjónaðar flíkur, ég meina alls konar joggingefni og bara hvaða prjónaða efni sem sem sagt, getur hnökrað. Hvort sem það þú veist, handprjónað, vélprjónað eða ofið, að þá getur hann hnökrað. Ég fór í kaupfélag Vestur-Húnvetninga sem í daglegu tali kallað Búðin hér á Hvammstanga. Og keypti þar mjög líklega hrútgamalt tæki sem ég man vel eftir að Sigga frænka átti svona sko, þegar ég var barn. Og það lítur svona út. Þetta peysurakvél. Minnir svolítið á svona rakvél eins og menn nota. Og ég, af því að ég reyndar með skegg. Ég ekki að djóka sko, ég nýbúin að kaupa mér svona lasergræju til þess að laysera hárin af andlitinu mér. Þegar ég get alveg gert podcast átt hvernig það á eftir að fara. Og ástæðan fyrir ég held að þessi gömul græja að batteríin í henni þú veist, þetta minni heldur eins og stóru þykku, fattarðu mig. Ég man ekki bara eftir að hafa séð svona þessa stærðar batteríum bara í seinni tíð sko, eða aldrei. En anywho, ég pröfaði þessa græju og þetta ég búin að googla aðeins, þú veist, þetta alveg til sölu á hinum á þessum stöðum. Ég sem sagt prófaði græjuna í gær. Og ætla að draga fram peysuna sem ég var að tala að ég ætla að ræða áðan, sem peysan sem heitir Monmanei, og ég var í svo miklu móðþróa að vilja ekki hafa hana nákvæmlega eftir uppskriftinni og hafa garðaprjónshlíðina út, heldur þurfti ég endilega að hafa sléttuprjónshlíðina út. Þetta sem sagt hún. Og nú ætla ég að gera tilraun til að því ég var búin að hnökur hreinsa helminginn af henni. Ég reyna að gera tilraun til þess að sýna þér. Já, svo ef ég held þessu svona, sérðu að það eins og ég búið að snjóa sykurbúðum á þetta. Svo ef ég færi mig... Já. Og hérna mun hreinna yfirborð. Þú veist, ég veit að það pínlítið erfitt að sjá þetta, en þú veist, þú verður bara að trúa mér þegar ég að segja þér að það var ótrúlega seðjandi að raka peysuna. Það sést munur á það sem ég búin að raka og það sem ég ekki búin að raka. Svo. Og mér finnst þetta að vera nokkuð góð græja. Svona peysurakvél, sem sagt hnökur. Nú af hverju hnökrar prjónuflík eða gadd? Það var einu sinni persóna sem vildi endilega telja mig trú það að gadd sem hnökrar, að það sé eitthvað drasl, þú veist, að það sé ekki nógu góðum standard, að það sé ekki nógu, þú veist, að það sé garn í lélegum gæðum. En það gæti bara ekki verið meira fjarri sannleikanum en bara frekar en að ég sit hér á stólnum mínum
þú veist, málið að það fer bara alveg eftir hvaða hráefni þú ert með, hvort að það líklegt til að hnökra eða ekki, og líka fer eftir hvernig það unnið og hvernig þú prjónar það og hvernig þú síðan kemur fram við, ég að segja það, hvernig þú kemur fram við sem sagt flíkina þegar þú ert búin að sko prjóna hana. Sem dæmi, ef ég tek merinóull versus íslenska ull, ef ég drep bara upp hérna merinóull og íslensku ull, sérð að þetta er léttlopi, sérð að íslenska ullin er svona 20.000 sinnum grófari heldur en hérna merinóullin. Merinóullin, hún er með svona stutt hár, sem sagt, og íslensku ullin, sem dæmi, er með mjög löng hár, þú veist. Ég get alveg togað, við erum að láta það sjást, ég get alveg togað hérna þessu, veist, ég er ennþá að toga í hár úr ullinni. Þannig að, og þegar það er þannig, eða þú veist, á íslensku ullinni, það er miklu líklegra að löngu hárin, að þau fari, að sérst, þegar þráðurinn er spunnin og það er svona smá snúningur á honum, að þá er miklu líklegra að löngu hárin leggist inn í snúningin og haldist þar. Fattar mig, þau leggjast kannski héðan og hérna yfir og mynda síðan þennan hérna þráð. Það er miklu líklegra að svoleiðis garn geti haldið, sem sagt, að hárin sem eru löng festist inn í þessum snúningi, heldur en hérna þegar hárin eru stutt, ekki það sést ekki neitt á þessari hespu, að þá hérna kannski náðu ekki alveg, fattar utanum allan hringinn í snúningnum og festast þess vegna minna. Það sem er stundum búið að gera í spunaverksmiðjunni er að mynda, sem sagt, að spinna garnið í harðari snúning heldur en venjulega. Einhvers staðar las ég þetta kallaðist ítalskur snúningur, en þú veist, ég er ekki alveg, mér fannst ég ekki geta rannsakað niður á nákvæmlega neinar útskýringur af því. Kannski geri ég að leita ég betur eftir hann. Þetta er sérst merinóull bæði og munurinn er sem sagt í snúningnum á hespunni. Sést þetta? Verðum við öll að setja upp gleraugun núna. Tek bara miðan af. Sko. Sérðu? Snúningurinn er eins og, þú veist, maður bara, já, er þetta fléttað? Skilurðu mig? Og eins og þú fléttar hár, þá er miklu líklegra að mitt hár haldist í fléttunni sem er síta aftan heldur en eins og toppurinn, skilurðu mig, hann náði ekki alveg. Þú veist, þetta er basically þannig. Og hérna er sem sagt búið að herða snúningin á spunanum, á þræðinum. Svona, þá eru ennþá minn líkur á því að garn sem sagt hnökri. Eða sem sagt snúðhart. Svo fer eftir hvort að garnið er sem sagt blanda af kannski 2 eða 3 efnum, eins og MCN Aran garnið sem ég prjónaði þessa hérna úr. Það er merinó, kasmír og nælon. Kasmír og merinó er bæði svona fíngerð ull og þess vegna hnökraði þessi peysa svo lítið. Ég hef bara þvegið hana einu sinni og ég hef einu sinni reynt að fara yfir hana með einhvers konar kambi sem að ég keypti hjá freistingasjoppinni á prjónagleðinni 2000, í fyrra, og veit ekki, mér fannst það að vera, þú veist eitthvað alveg svakalegt vesen og eiginlega fór ekkert sérstaklega vel af, þú veist, mér er miklu meira hrifin af þessari rakvél, þú veist, maður bara svona fer bara yfir og það er bara fínt. Það er eðlilegt að þurfa að hirða það sem þú prjónar, allt sem er gert með garni. Það er jafn eðlilegt og að það þykir eðlilegt að bera á við, þú veist, á pallinn og allt sem er byggt úr spýtu, það verður að bera á hann, viðurinn er lifandi, það er á sér stað hreyfing út af því að efnið er úr náttúrunni. Það er ull líka. Það má aldrei gleyma því að ull kemur af kindum og geitum og dýrum, þannig að
þú veist, maður getur ekki beint ætlast til þess að geta troðið náttúrunni í ferningin sem að við ákveðum að við eigi að vera einhvern veginn. Skilurðu hvað ég á við? Þannig að það er eðlilegt að þurfa að hirða flíkur sem þú gerir úr garni. Það náttúrulega fer líka svolítið eftir því sko hvað, þú veist, hversu mikil djöfulgangur er þegar það hefur verið í prjónuðum flíkum. Og þú veist hversu mikill núningur á sér stað, eins og þú veist undir höndunum er mun líklegra að það komi hnjúkur heldur en kannski hérna á brjóstkassanum eða eitthvað þannig. Út af því að þú veist við erum að labba og gera og græja og þá á sér stað núningur hérna í handakrikkanum og þá kemur oft hnökrar hérna í hérna þar. Ég ætla að fara að segja, ég var búin að ákveða, ég ætla að tala þú veist íslensku ullin, hún hnökrar ekki. En reyndar þá er ég í ullasokkum núna sem að eru reyndar það skítugir að ég vil ekki sýna þær og það er út af því að ég er í moldarstífulum núna og þeir eru allir í mold. En það eru hnökrar á þessum sokkum. Það er einmitt út af því að ég er í stífulum sem ná upp á kálfa og ég meina það er núningur frá efninu sem er inn í stífulinu mínu við ullina og þá hnökrar hún. Er íslenska ullin eitthvað slæmt tráefni? Er ekki allt æðislegt sem kemur frá Íslandi? Er ræktað hérna? Er íslenskt, alíslenskt? Nei, það er ekkert að þessu. Ég meina, það er bara eðlilegt að þetta gerist. Svo ég haldi nú áfram. Þegar ég var að tala að þú veist, ef það er blandað, sem sagt, til dæmis eins og merino, kashmir, nælon eða merino, silki eða BFL ull og silki eða hvað sem það er, alltaf það er eitthvað bland. Það ef annar þráðurinn til dæmis er harðari heldur en hinn er kannski línari, að þá getur harðari þráðurinn nuddað línari þráðinn og látið línari þráðinn hnökra. Og annað orð yfir að hnökra held ég að við getum alveg sagt bara að þú veist að flík hreinsar sig. Margir hafa lent í því að prjóna flík, svo bara þegar byrja að vera í henni, bara þú veist fyrstu skiptin, þá bara svona púff, þú veist dundrast út bara hellingur af hérna ló. Og svo er kannski peysan þvegin og aldrei aftur. Það er eins og allir þræðir sem ekki náðu að binda sig, ekki náðu að mynda svona samskeyti við þráðinn eða prjónleysið og festust ekki að hann dettur bara eiginlega af, þess að hreinsast frá. Það er aldrei þannig að þú veist eitthvað hálf peysanni eftir að detta af og það sé bara eftir eitthvað gatasýkti. Það er ekki þannig. En þetta eru eitthvað af þeim random útskýringum af því af hverju flík hnökrar og eiginlega bara ég að segja þér fáðu þér rakvél og hirtu peysuna þína eða hirtu það sem þú ert ekki búin að prjóna. Það er eðlilegt. Það er ekki merkjum að gadd sé ekki í góðum gæðum eða þú getur hafa prjónað einhverja flík svakalega laust og þá er miklu meiri líkur á hnökri og ef þú hefur prjónað eitthvað mjög þétta prjónfestu þá eru ennþá minni líkur á því að gadd hnökri. Tala nú ekki ef þú ert með garni sem er með harðan snúning og prjónar það í þétta prjónafestu. Nú er ég ekki að tala að prjóna geggafast, heldur bara að prjóna þétta prjónfestu. Og það getur þú fengið úr til dæmis fingeringarni segjum og það er gefið upp fyrir prjóna 2,5 til 3,5. Ég meina fara niður í prjóna nr. 2 og prjóna til dæmis sokka bara mjög þétta prjónfestu. Þá ertu búin að minnka líkurnar á því að flíkin þókni mikið með því að hafa þétta prjónfestu og þar að leiðandi ertu búin að gefa garninu meiri tækifæri að því að festa sig saman heldur en ef það væri lausprjónað. Ég veit aldrei hvað ég er búin að segja, þú veist, en ég held ég sé búin að fara yfir þetta nokkuð ágætlega. Þetta með hnökrið, sko. Ég ætla að enda þáttinn á að tala aðeins aðventudagatalið sem ég er að framleiða. Þetta er 3. árið sem ég geri aðventudagatal. Í ár er ég með 2 gerðir. Annars vegar hið hefðbundna aðventudagatal og ég segi hefðbundi bara út af því að þetta er 3. skiptið, 3. jólin sem ég framleiði svona aðventudagatal. Og það inniheldur sem sagt 5 pakka eða 5 hluta
einn fyrir hvern aðventusunnudag og svo einn fyrir aðfangadag. Í þessum pakka er sjal eftir Eddu Lilju og gatn í sjalið, meira gatn til og svo alltaf hefur verið í dagatalinu frá mér alls konar dótari eiginlega, mætti segja. Og það hernaðarleyndarmál, hvað mun vera í dagatalinu af dóti. Það sem hefur verið hingað til, eins og í fyrra og hittfyrra, þá hefur verið prjónamát, það hefur verið prjónfestu reglustika, eins konar, það var umferðarspil, það hefur verið málband, nálahús með nálum í, prjónamerki, framvindumerki og eitt og annað, alls konar, verkefnapokar og eitthvað svona. Og þú veist, það verður eitthvað í þessum dúr, sko. Og svo, þá ég búin að ákveða að vera líka með svona mínihespudagatal. Sem sagt, jóladagatal. Ég að kalla þetta sem sagt aðventudagatal, það sem fyrir aðventusunnudagana, þú veist, til að aðgreina málið, og svo jóladagatal sem sem sagt ein mínihespa á dag frá 1. til 24. desember og svo ein hespa í fullristar líka. Og svo auðvitað verður pínlítið af þessu leyndói sem ég búin að vera að tala um í jóladagatalinu líka. Sem sagt, aðventudagatal sem fyrir 4 aðventusunnudaga og aðfangadag og svo hins vegar jóladagatal með 24 mínihespum í og einni stóru hespu og einhver svona leyndó. Það nánar þetta á vatnsnesjarn.is, bæði smá útskýringabloggpostur og svo þetta hægt að panta þetta núna. Og sem sagt á svona forpöntunar afsláttarverði þvílíkt tungumál. Þá sem sagt sem gildir til 15. september 2020 og sem sagt ég ferlega spennt yfir þessu. Mér finnst það alveg sturla gaman að framleiða jóladagatal og aðventudagatal. Ástæðan fyrir ég ákvað að byrja núna þetta bæði business ákvörðun og líka framleiðslu ákvörðun. Ég vil helst ekki lenda í því í ár eins og í fyrra að vera á brjáluðum þönum með þetta, þú veist. Þetta orðið þannig að ég að lita gatn nánast alla daga allan daginn og það bara til þess að sinna þeim pöntunum sem kom inn í gegnum vefinn og heilsölupöntunum í búðirnar sem að selja Vatnsnesjarn. Og meðan það þannig að ég að vinna sem sagt á daginn og út af því að þetta hefur farið út yfir að ég geti verið með þetta sem sagt bara sem einhverja, þú veist, kvöldvinnu eða eða eitthvað svona aukreitis eftirvinnu eða eitthvað svoleiðis. Og út af því að ég hef engan áhuga á því að vinna 24/7 þó að ég hafi oft gert það, þá bara eins og með þetta með að hafa garðaprjónshliðina fram en ekki þessa hefðbundnu sléttu, þá bara fekk ég nóg af því. Þannig að ég vil helst hafa vaðið fyrir neðan mig og vita sem fyrst hvað ég þarf að gera mikið og geta byrjað sem sagt í góðum tíma á að framleiða og vinna þetta. Eins og ég segi, mega spennt, hlakka til að sjá hvernig viðtökurnar verða. Ég reyndar veit að þær byrjaðar mjög vel akkurat núna. Ef það eitthvað sem að þú vilt vita aðventudagatal eða jóladagatal, hnökr eða einhvað af gatninu sem ég að framleiða eða einhvað af því sem ég hef sagt eða bara eitthvað yfir höfuð, þá máttu alveg senda mér spurningu. Mér finnst gaman að fá spurningar. Það er gott að geta haft eitthvað svona eitthvað til að tala sem að mér dettur ekki í hug í þessum þætti. Og sem sagt, ég held að ég hafi sagt allt sem ég vildi sagt hafa. Mér langaði kannski aðeins að nefna að tvennt sem ég átti eftir að nefna. Fyrst bara örstutt af því að það ekki alveg planað hvenær, að þá væntanlegt shop update. Þar sem að ég ætla að leggja áherslu á sokkaprjónsgatn. Þú veist, af því að allir að fara í ferðalið, það svo gott að hafa sokka á prjónum þegar maður í bíl. Og ætla að reyna að lita eitthvað skemmtilegt sem að gæti verið gaman fyrir sokka. Og svo var það hitt sem ég ætlaði að nefna. Það var tilraunaeldhúsið sem búið að vera gangi síðan í apríl í Gatbúð Eddu. Við vorum að ég held 3 sem fengum. Það voru ég og Ásdís hjá Hex og Fanney hjá Systrabönd
fengum sendar mynd og sérst verkefnið gengur út á það að túlka myndina í lit og gagni. Ásdís var með apríl og Fanney var með maí og mitt kemur núna 2. júní. Í næsta þætti ætla ég að sýna þér hvernig myndina sem ég fekk og hvernig, og þú veist, og mína pælingar varðandi þar sem ég síðan gerði það því ég er búin að þessu sko. Það er svolítið, það er pínu erfitt að mega ekki sýna það, þú veist. Og það er stutt þangað til. Þannig að 2. júní, þá verður þetta gert opinbert, þetta verkefni. Og ég held að ég halda áfram með þetta tilrauna eldhús að einhverju leyti. Ferlega skemmtilegt verkefni, ég elska svona. Læt þetta þá duga í þetta skiptið, hlakka til að gera næst. Takk fyrir að horfa með, kannski viltu gefa like og kannski gerast áskrifandi eða ertu ekki áskrifandi nú þegar. Og kannski, þú veist, fylgja á Instagram og like á Facebook og ég veit ekki alveg hvað það er sem maður gerir á Ravelry. Er eitthvað svona vinasystem þar eða eitthvað þannig? Allavega hana. Það væri yndislegt að það tengjast yfir tæknina og þá bara sjáumst við næst.